Ég heiti Ásdís Birna og í dag ætlum við Guðmundur Ingi ásamt gestunum okkar að ræða málefni fangelsaðra foreldra og líka taka svona hliðina á hjá börnunum og við höfum fengið til okkur góða gesti, Selmu Dögg sem var nýlega að vinna rannsókn málefni fangelsaðra feðra og Eiríkur fjölskyldufræðingur hjá Bjargráð og Birna sem aðstofandi. Þannig að kannski spurningum hvort þú viljir byrja á svona litlum fróðleiksskóla. Já, börn fanga. Já, þetta hefur verið svona oft erfitt fyrir mig að ræða þessi mál þar sem ég á ekki börn, þó ég segi nú ofta að öll börnin mín séu á Litla-Hrauni. en þetta eru samt mál sem að hafa komið rosalega oft á okkar borð, þegar má segja svo, í afstöðu. Og í bara mjög langan tíma, í raun og allan tíma sem að við höfum verið starfandi er málefni barna mikið rætt og auðvitað alls konar bæði vandamál og líka góðir hlutir sem gerast varðandi mál barna og auðvitað eru það oft kannski mest feðurnir sem eru inni á plánum og þar af leiðandi tengjast þessi mál oft heim og það verið að berjast fyrir kannski að fá umgengni yfir börnunum og vera í samskiptum og ná að vera í samskiptum og svo koma auðvitað alls konar vangaveltu hvort að barn eigi að fara í fangelsi eða ekki og hvað sé óhætt að gera og annað. Þú meinar í heimsókn? Já. Í heimsókn, já. En svo voru kannski áður fyrr lítið reglur varðandi barnaheimsóknir en alltaf hafa heimsóknirnar verið þarna í heimsóknarálmunni á Litla-Hrauni eða allan núna í einhverja áratugi sem hafa ekki boðið upp á margt það sem ég ætla að segja er það er alveg að detta út. Ef við kannski bara færa okkur til Selmu og þú varst að vinna mjög áhugaverðu meistaraverkefni. Þú kannski bara byrjar að segja okkur aðeins frá því. Já, ég var að ljúka rannsókn á mikilvægi stuðnings við fangelsaða foreldra. Ég einblíndi á feður en auðvitað á þetta bara við öll kyn. En já, og það voru mjög sláandi niðurstöður og svona helstu niðurstöður voru bara þær að það engin stuðningur við foreldra í fangelsi. Já. Ok. Hvað var það sem komið mest á óvart? Varstu með eitthvað svona hugmyndir hvaða niðurstöður myndir fá áður en að byrja að vinna að þessu verkefni? Já, ég held auðvitað bara að það hef eiginlega bara verið að það væri engin stuðningur. Ég bjóst við að það væri allavega eitthvað en svona mín tilfinning var svo eftir að hafa talað við eins og Guðmund Inga, formann afstöðu og Pál Winkel sjálfan og svo 2 starfandi félagsráðgjafa og 5 fyrrum fangelsaða feður. Að mín tilfinning var einhvern veginn svo að það væri í rauninni bara lítið búið að spá í þessum þætti, foreldrum í fangelsi. Mér finnst mjög margir töluð börnfanga og mér finnst það vera svolítið mikið búið að vera í umræðinni að þau séu hinn þöglu fórnarlömb, fangelsvistar og allt þannig. En svona foreldra þátturinn sjálfur finnst mín upplifun að hafa kannski svolítið gleymst. Og bara eins og Páll sagði sjálfur einhvern veginn að það er bara einhvern veginn verið að reyna að einblína á allt annað, bara að halda öllu hinu gangandi. Þannig að já, það var alveg rosalega mikið í þessari rannsókn sem kom á óvart. Þetta er eitthvað sem að þið hafið verið að vinna hjá Bjargráð, Eiríkur. Kannski þetta samspil á milli málefna barnafanga og svo aftur á móti foreldrana, eða hvað? Náttúrulega þeir sem komið til okkar yfirleitt aðstandendur og þá oft mæður barnanna og sem að náttúrulega eru í vandræðum er ekki alveg klár hvernig hvort þau að segja frá þessu eða ekki og hvernig að gera það. Ertu að meina að segja barninu? Já. En síðan náttúrulega hefur við svolítið verið að fá til okkar líka feður, oftast feður sem eru kannski nýkomnir út og er að fara að hitta börnin sín aftur og við höfum verið undirbúað þá svolítið fyrir það. Það sem kannski tengslin hafa ekki verið mikil undanfarið. Má ég spyrja, hvað það margir feður? Það hafa komið alls ekki svona 3 sem ég man eftir svona fljótu bræði og
hann hefur verið bendað þess á okkur hann Agnar, Batahúsinu. Batahúsi. Batahúsinu. Sem þá fyrir svona þá sem ekki vita. Já, Batahúsi sem sagt úrræði fyrir þá sem eru búin að klára afplánun og þetta svona úrræði bara á svona húsnæði. Svona eins og áfangaheimili. Já, áfangaheimili, já. Og síðan hafa komið bara líka fjölskyldur sem hafa verið að byrja aftur að fara í parasambandi sitt og það er oft mikið breytt þegar að kannski viðkomandi aðili kemur aftur heim og hvernig að taka á því. Og þannig að síðan líka náttúrulega þegar að höfum við aðeins verið að koma til okkur líka aðila sem hafa verið að bíða eftir afplánun. Það getur nú verið löng bið. Oft löng bið og oft erfitt. En síðan hefur við svona verið að gera tilraun, eða okkur langar að gera tilraun og höfum verið að undirbúa það, hvernig getum mögulega verið með kannski fjölskyldu meðferð í fangelsi, þar sem að við myndum fara í fangelsi og hafa hana þar. En er ykkur aðstoð frá ykkur til fangana? Það í rauninni sem við erum einhvers staðar að draga línuna og þannig að í rauninni þá sem fjölskyldu meðferð, já. Við getum komið. Og hvernig spilum við hana til? Bara ef mér langaði nú að fá ykkur til að koma og hjálpa mér og manninu mínum. Hvað bjóðum við upp á? Við bjóðum bara upp á bara samtöl, þar sem við myndum kannski heyra í þér og honum og síðan kannski ykkur saman. Okkur saman? Já, síðan ykkur saman, já. Og þið fáið leyfi til þess? Já, við erum búin að aðtúa það. Við fáum leyfi til þess. En þið hafið aldrei gert það? Við höfum ekki gert það, nei. Þannig að þetta er svona meiri draumur heldur en það sem þið Nei, sko, í rauninni erum við byrjuð á einu máli og það er svona fyrsta kannski máli sem okkur langaði að prófa. Og það er komið aðeins styttra við ætlum okkur kannski en það er svona vonandi að verða að veruleika. En hvað eru margir aðstandendur hjá ykkur og svona Akkurat núna? Sko, ég hef leitað til ykkar og og mér fannst það voða vinnalegt og allt það en mér fannst engin brjálu hjálp í því en það er kannski að þetta er svo nýtt verkefni og þá hvað heldur, viltu að spyrja hvað fólk fær út úr þessu? Málið er nefnilega mér finnst svolítið skemmtilegt það sem Sunna Selma næstu bærði það sem Selma er að tala það er engin hjálp í fangelsum fyrir fanga en það er svona það sem við verðum að koma og málið er að sko afstaða, hún er fyrir fanga þið hafi meiri verið fyrir aðstandendur en það þarf að vera meira eitthvað svona ekkert að Gummi er frábær vinur minn og ég hringi hann og röfli honum og en það þarf að svona hafið ykkur tímann dottið í hug eins og þegar ég kom til þín og þegar og fleiri kannski sem hafa verið hjá þér að hefur ekki alltaf upplifað það að börnin sakni foreldra sín. Já, hafið þið eitthvað farið líka bara þau eru svolítið kvíðindi að fara að hitta pappa eða börnin bara veit ekki eins og það séu. Nei. En svo er líka bara mál þess eðlis að það er bara ekkert í boði. Nei. Málið er nefnilega að það er nefnilega málið. Sko, börnin eru heima grátandi og ég á 8 börn og ég á 3 barnabörn. Ég var ekkert að eignast barn í gær. Nei. Það sem ég er að tala að börnin mín gráta á kvöldin þegar þau fara að sofa og það hefur ekki afstöðu, ekki hjá ykkur og það hefur enginn komið til yfirvalds og sagt, herðu, hér eru lítil börn sem gráta heima hjá sér, getum við ekki reynt að flýta fjölskyldulifi, getum við ekki reynt að flýta inn að dagslifu. Það er enginn, það er öllum alveg sama. En það er öllum sama að þau eru ekki í þessari aðstöðu. Það er málið. Og það er einmitt lokaorðin mín í rannsókninu minni eru einmitt þau að einn fræðimaður, Mark Eddy heitir hann segir bara að sínu 30 ára ferli bara að rannsaka og vinna í fangelsmálum. Þessi mál eru bara, það er eiginlega bara félagsráðgjafar eða svona þannig hópar í samfélaginu sem hafa áhuga á þessu málefni og þess vegna gerist svo lítið í þessu. Þetta er svo lítill hópur sem er að berjast fyrir málefninu og náttúrulega svo ótrúlega margt í þessi málaflokki bara
svo þú búin að fara á fund með Páli og ég búin að senda honum tölvupósta og svona Já. og það alltaf bara svarið fjármagn. Já. Það eins og það sé ekki sko tekin í myndina að þetta verður miklu dýrara þegar upp staðið ef að það ekki lagt ná mikið fjármagn í að aðstoðan hóp fattið mig. Þetta verður miklu meiri peningur. Þú, Virna, það er náttúrulega ekki haldin podcastáttur eða rætt börnfangar en að þú sért með. Þú veist að þú hefur verið mikið frammi núna að ræða börnfanga og þú hefur átt marga fundi með alls konar aðilum. Já. Hvað finnst þér eitthvað verið að hlusta eða? Sko, ég náttúrulega bara berðum öllum söguna vel af því þau eru öll bara manneskjur eins og við öll hérna 5. En ég tengi alveg við Pál Vingilum að það vanti fjármagn. En það er rosalega margt hægt að gera án þess að veita pening. Algjörlega. Og það væri til dæmis hægt að gleðja börnin mín að gefa pappa þeirra dagsleyfi. Eða helgarleyfi eða fjölskylduleyfi. Það er kannski fallegra að kalla það fjölskylduleyfi því þá kannski þá er allir, já, hann er fanginn þarna, hann er í fjölskylduleyfi. Ekki bara, herðu, fanginn fekk bara dagsleyfi. Það er miklu verra fyrir fólki. Og því fanginn minn, sem sagt, hann er náttúrulega bara fangi, en hann er fanginn okkar og okkur þykir vænt hann. Þó öllum hinum þykir ekki vænt hann. Þannig að, og svo var ég náttúrulega orðin rosa vinkona Jóns og mér fannst Jón bara svona jákvæður og mér fannst að vera ætla að gera ýmislegt. Þú tala dómsmálaráðherra. Já, dómsmálaráðherra, Jón Gunnarsson og hann er náttúrulega farinn. Svo náttúrulega þegar Guðrún náttúrulega kannski að byrja að gera eitthvað jákvætt, þá verður hún náttúrulega bara líka farin. Þannig að þetta... Jón og Gunnar. Já, þannig að þá kemur kannski næsti og mál er að þessi ráðherrar allir og bara þau sem eru á Alþingi, þau náttúrulega þyrstu bara og bara, ég veit að ég er ekkert heiðarleg eða falleg sál að segja þetta en ég bara vona til Guðs að einhver af þeim sem stjórna og ráða ríkjum að þau eignist aðstandandi í fangelsi. Af því þá fyrst myndu þau kannski finna til. En við sáum þetta náttúrulega þegar mikið af bankamönnum fór í fangelsi á sín tíma, það fór alltaf að breytast og það er bara staðurinn. Það gerði það, hvort sem að þeir hafa haft áhrif á ekki, ég veit ekki. Þeir fengu reiðtíma og... Já, ég meina, það er allt gott sem er gert fyrir fanga en það er samt pirrandi að það þurfi alltaf að gerast eitthvað hvort sem það er dauðsfall eða einhverjir áhrifamenn fara í fangelsi eða börn þeirra til að hreyfa við kerfinu. Það er náttúrulega ekki gaman af því að við erum að berja hausinn við vegg alla daga þessi mál og þetta gerist rosalega hægt en ég er alveg sammála sko, þetta er náttúrulega ekki hægt sko, við erum búin að vera að bíða eftir breytingu á lögunum núna í lengri tíma og það er rétt núna að hefjast og auðvitað átti þetta að leggja þetta fyrir bara í ár, þetta átti að vera löngu hafið ég verð bara að viðurkenna að ég er pirraður yfir því en þetta er einmitt sko og þarna breytast hlutirnir sko, það er alveg ljóst að fangelsyfirvöld vilja ekki taka pólitískar ákvarðanir og breyta einhverju sem að þeir þurfa í raun og veru kannski leyfi fyrir þó að þeir hafi heimild fyrir því lögum en þá hefur ekki verið pólitísku vilji til að breyta þessu málum hingað til en varðandi dagsleyfin og fjölskylduleyfin og þetta þarf að breyta í lögum til þess að Fangelsismálastofnun geti veitt þessi leyfi þannig að sko, en auðvitað er hægt að veita skammtímaleyfi en þetta er samt alltaf niður njörfað svolítið sko. Já, skammtímaleyfin, þú veist, bróðir minn lést núna bara fyrir árinu og maður mér fekk ekki að fara í jarðarför. Það er bara af því að hann var ekki nógu tengdur. Þetta var bara þeirra mati bara. Já, nei, að því að stendur í lögunum sko, það er tilgreint hverjir skyldir sko. En síðan er þetta líka bara þannig að allt svona, þeir aðeins sem kom til okkar, þetta er alls konar mál, við veitum ekki, ekkert er nákvæmlega eins. En það sem er líka það, allt svona, ef að þetta gengur upp og þetta metað þannig, að þá náttúrulega er þetta bara til að stuðla betri tengslum og náttúrulega minni líkur á því að við komum daglega fara aftur í afbrot eða komum veg fyrir það. Það var einmitt þegar ég var í upphafi með viskuna í upphafi þegar ég fór út og myndi ekki hvað var að segja. Þá var einmitt sko áður fyrir þá fengu allir óheftar heimsóknir með börnunum sínum fjölskyldu og þú gast verið með vinalista og fjölskyldulista upp á sko 20 manna og þurftir ekkert að breyta.
en í raun og veru síðustu ár og kannski síðasta áratugin og þá svona markvisst verið búið að draga úr öllum möguleikum og það orðið svo flókið að sækja heimsóknir En af hverju verður og heimsóknir barna að því að fangelsiyfirvöld eru hræddir að eitthvað geti komið upp á, er að reyna að tryggja sér náttúrulega. En þá sem sagt búið að þrengja þetta svo mikið að það til dæmis skilyrði að láta barnavernd vita að barn sé að koma í heimsókn og það vill enginn vera á skrá eða inn á borði barnaverndar og þar lendi vill fólk oft bara að forða sér frá að vera að koma með börn í fangelsi og þetta er að draga úr svona þessari tengingu á milli barna og foreldra sinna og annars. Svo þetta er náttúrulega, þú veist, þetta þjóðfélag okkar er bara svo mikið grín að maðurinn minn er tekinn fyrir eitt stærsta fíkniefnalagabrot á landinu og barnavernd kemur ekki einu svona heimtímin aðtöga hvort að ég sé bara í neyslu eða hvort að ég sé í lagi. En svo þarf að láta þau vita. En svo þarf ég að láta þau vita því ég ætla að heimsækja manninn. Svo heyrir maður af svona minniháttum málum sem maður hneykslast yfir að þeir séu í að skipta sér af. Þú veist, þetta er svona svolítið svona... En sko, og í minni, það hefði alveg geta verið mikla líkur á því að ég hefði verið í neyslu. Þú veist, það hefði alveg geta verið þannig. Að ég væri í neyslu og væri í eiturlyfjum miðað við brotið. Það hefði alveg geta verið þannig. En það þótt engum nógu vænt börnin mín til að athuga með þeim. Það er svolítið svoleiðis. Fyrst að við erum í þessu, mér langa að spyrja varðandi svona aðstoð sem þau hafa fengið. Hefur einhver aðstoð? Engin. Þetta er allt sem ég hef þurft að sækja sjálf. Og þú hefur heldur ekki verið að fá aðstoðun rétta. Þú þarft að sækja þar og grafa bara mjög djúpar hol til þess að komast að alls konar aðstoð. Ég er náttúrulega ótrúlega heppin með tengslanett. Ég á náttúrulega rosalega stóra fjölskyldu, svo er ég náttúrulega bara með rosalega stórt vinatengslanett og svona það hefur engin svona... Það er ekkert allir svo heppnir. Nei, og það er líka fullt af foreldrum sem líka fullt af konum sem er í neyslu með litlu börnir sín sem eiga menn í fangelsi og það þarf að hlúa þeim. Þú veist, ég er kannski heppin að því að ég er bara svolítið sterk og jákvæð í þessu öllu og dugleg og ánáttúrulega bara líka stóra og kraftmikla krakka sem hafa svona, maður hefur hugsað á, ég verða bara að halda áfram og vera sterk. En það sem sko að því að ég er rosalega ánægð með bjargráð á margan hátt en mér finnst þið ekki vera að gera neitt og ekki taka því persónulega, mér finnst þið bara ekki vera að gera neitt fyrir börnin og mér finnst þið ekki vera að gera neitt fyrir fanganum, mér finnst ég upplifi og með allri virðingu það sem ég upplifi er bara að þið eruð í fangelsum að skoða fangelsi og ég sé ekki, veistu hvað ég vil sjá hjá ykkur bara að þið komið bara, herðu, við erum hérna búin að taka viðtal við þetta marga foreldra, þetta mörg börn, þau eiga bátt heima á sér. Þú hlýtur að búin átti á því, eða ekki? Jú. Hefur farið til yfirvalda og sagt, herðu, við erum bara með, 20 börn á lista, af því þau geta ekki verið mikið fleiri, eða? Já, jú, svona yfir heildina þetta séu fleiri, jú. Hvað heldur að séu? Þú hlýtur að vera með það? Við erum ekki með tölfræði, nei, við erum ekki haldið því. Það er einmitt það sem er galið, það er ekki haldið nein tölfræði. Það er ekki að vera bjargráð, það er bara fangelsmála. Já, en bjargráður ætti náttúrulega að vera með það. Það er rosalega erfitt. Leið og manneskja hefur afplánun, þá ætti bara að vera teknar upplýsingar ertu með eitthvað börn á þínu framfæðum? Ég er líka svo fyrst að þið séu ekki með það bara. En Birna, ég get líka sagt sko bara eins og með okkur í afstöðu að nú erum við þeir aðilar sem erum kannski langstæðstir í þessu málaflokki bara varðandi alla, hvort sem það eru aðstandendur eða við erum ekki mikið með börn og við erum farin að vísa á þau sko. En við erum bara keyrð áfram á sjálfboðaleiðum, það er engin launaður starfsmaður en eða slíkt og við geymum enga persónulegar upplýsingar og við höldum bara lágmarks tölfræði yfir allt saman vegna þess að það er bara það er ábyrgðarhlutverk að halda tölfræði og vera með persónulegar upplýsingar þannig að það er lög og reglur líka sem eru með það sko. Við erum með lágmarks upplýsingar, kall, kona, býr í Reykjavík, ekki Reykjavík og alls konar svona sko, en ekkert annað. Þið þurfið samt, ef þið ætlið að berjast fyrir föngum og börnum fanga og sérstaklega þið í ykkar, þá þurfið þið náttúrulega að vera, þú þarft að geta komið, ef ég spyrði bara hvað eru mörg börn sem leita til þín? Það eru 20, það eru 10, og alveg svo með, náttúrulega sko, þau fá styrk, mikinn styrk,
Bjargráð fær mikil styrk. Já, sko, það er ekkert hástyrk, það er rétt fyrir laununum okkar. Já, en þið fáið laun. Já, En það fær ekki afstæða. En þið fáið líka ekki að vita af öllum börnum sem að eru til Sko, það sem að við Þið rauninni- fá að vita, þegar þú mætir í fangelsið, þá eru þeir farnir að benda á þau. Já, og en hérna- það er Já, ekki en allir við sem fáum ekki að sækja sér- vita, í rauninni, það sem við aðstoðina. erum að, svolítið að höfum verið að tala um það, okkur vantar að vita hvað eru til þess mörg börn sem eiga aðstandið fangilsi. Við höfum bara ekki hugmyndu það. Þau eru rosalega mörg. Já, og ég meina, ef það séu 200 fangar í fangilsi, ég meina, hvað allir meðaltali barna og fanga. En sko þú spurðið áðan hvað ég vildi fá út úr því að hitta barnamálaráðherra. Já. Og það er að þetta sem þú ert að tala um núna finnst mér að eiga að vera á herðum barnafulltrúa sem væri starfandi í fangelsi og við erum eina landið eða þjóðin á Norðurlöndunum sem erum ekki með barnafulltrúa starfandi í fangelsi. Þannig að ég vil, og umboðsmaður barna hefur lagt til og fleiri aðilar hafa lagt til að slíkur aðilar er ráðin til starfa og það er bara, og ég spurði Pál hvort það standi til að ráða slíkan og það er bara nei. Þannig að það er svolítið það sem ég vil ræðum við hann að Já, fyrir ekki. nei, allt í góð. Já, þarna er þetta náttúrulega þarna á vantar bara barnamálaráðherra að koma inn, sko, Já. hann á að greiða þetta. kemur alltaf Þannig það að- sama. En sko, þetta er náttúrulega alveg skilgreint í lögunum, hver á að sjá hvað. Og það er náttúrulega alveg á hreinu að barnamálaráðherra ber ábyrgð á börnum og menntamálaráðherra ber ábyrgð á menntamálum, þó ég geti sagt að það hefur kannski ekki borðið mikið á þeim málum í fangelsum og ekki heldur varðandi börn. Þegar þetta ráðuneyti hefur bara ekkert komið og hefur bara brugðist, það verður bara að viðurkennast hér. Og það sem er galið í þessu er að þessi ítarlega skýrsla sem var sko margar blaðsíður varðandi hvernig megi bæta hag fanga, þá gaf mennta- og barnamálaráðherra eða ráðuneytið umsögn og það var hvergi minnst á barnaþáttinn. Það var lagt til að menntun fanga yrði bætt en hvergi komið inn á hvernig megi bæta málefni barna sem ég finnst galið að ráðuneytið komið með svör við þessari ítarlegu skýrslu og hvergi minnst á hvernig með að bæta þessi mál. En það er líka af því að þeir eru bara ekkert að vinna í þessu. Nei. Það er enginn í ráðuneytinu, þeir eru fyrst alveg ekki með kannski sérfræðing á þessu sviði. Og líka bara svo tölum áðan að leiðum maður er komið með persónulega tengingu við málefnið og þá er maður líklegur til þess að fara að berjast fyrir því. Já, algjörlega. Eins og þessi ráðherrar, eins og við erum að tala um áðan. Þú veist, þeir ættu sjálfu eitthvað aðstandur þannig. Svoleiðis í kringu sig. En svo er náttúrulega sko ég er búin að senda öll bréf sem ég hef sendt inn í fangelsismálstofnun sem tengist börnum hef ég sendt umboðsmanni barna og umboðsmaður barna bara umboðsmaður barna og þau eru þarna 3 sem eru þær Hafdís og einhverja og yndislega konur, svo er það náttúrulega heitir hún ekki bara Salfur, já. Já. En ég meina, svo er náttúrulega, þú er náttúrulega verið duglega að senda líka bara beint á ráðamenn og þeir hafa verið að svara þér. Þeir bara hafa ekkert verið mikið að svara með komið. Já, allavega Jón. Já, Jón er náttúrulega bara meistari og ég vil bara fá Jón aftur í stóli. En það hefur enginn, þú veist, ég meina eina sem ég fæ frá umboðsmaður barna hefur bara aldrei svarað mér. Þú veist, það var bara að svara símtum því ég er bara svo duglega að ringja og ég er þessi leiðilega sem ringi bara í alla stanslaust og lætur ekki friði. Þau heldur þetta málþing stöðu barna sem var upp í háskóla. En svo er bara ekkert meira gert. En svo árið eftir að þessi skýrsla kom út þá sendi ég þeim umboðsmann barna og spurði hvort það væri eitthvað ferli farið af stað. Það var ekki neitt sko. Svo náttúrulega bara, þú veist, eins og til dæmis bara eitt atvik í síðasta sumar. Sko í fyrsta lagi að maður hafi verið bara virkilega í gám þegar maður hugsað tilbaka. Að maður hafi bara látið bjóða sér að vera í gám sem er rennandi blautt gólf og bara rennandi blautt. Þú veist, þú bara heyrðir í því þegar maður lagðist á gólfið og svo var það svo þröngur og við og mörg börn að þú veist, við þurftum bara að fara út til að geta bara andað og skipta skoðun. Að Þú ert að tala um barnakvóta á Litla-Hrauni sem var, það er náttúrulega komið nýtt núna. Það er náttúrulega bara fárlegt að þetta hafi fengið bara að standa þarna. Svo fær yfirmaður að rólan sé ólögleg út af því að það er ekki fallvörn og veit þið hvað þeir gera?
þeir Taka hana. taka róluna í staðin fyrir að setja fallvörn. Þarna hefði ég viljað sjá ykkur, umboðsmann Já. barna, þarna hefði ég viljað sjá ykkur koma með svona kraft í þetta. Þeir, sko, ég fyrir þessu fólki er ekkert skemmtileg. Og ég hef alveg fengið að finna fyrir sko 99% fangaverða og bara allir sem vinna á Sogni í dag, ég elska það og ég held að þeim þykja alveg pínu vænt um mig. En á Litla-Hrauni þá voru alveg meiri hlutin sem þótti alveg vænt um mig og voru óbúslega góð um mig. En þeir sem þoldi ekki hvað ég var að berjast fyrir börn og hvað ég ref mikið kjaft og ég sendi bref, ég fekk alveg andúðina og maður finnur hann alveg. En þarna hefði ég viljað sjá, þú veist, ég vil fá að sjá þetta. Þetta er eina sem ég er að biðja og ég er ógeðslega stolt af þér að bara benda á það er nefnilega ekkert gert fyrir fanga. En hvernig var, þið fóruð til Svíþjóðar að skoða svona úrræði varðandi... Við fórum til Svíþjóðar og Noregs og skoðum rauninni svona svipa og verið með og þeir náttúrulega hafa rosa langar reynslu í þessu bæði í Svíþjóð og Noregi og í Svíþjóð er þetta svolítið öðruvísi. Þar er mest áherslan lögð á bara börnin og þeir hafa greinilega mikinn aðgang að fangelsum líka þar sem þau eru mikið að fara í fangelsin og aðstoða foreldra þar og Það er rauninni bara svona veita stuðning og hvernig er mögulega hægt að vera í fangelsi, foreldri í fangelsi. Hvað getur þú gert? Það er svo sem ekki kannski mikið en það er að vera kannski einhverjum tengslum og sambandi. Og eins og vorum að tala áðan, þetta að ringja á kvöldin og veita Já, og þetta er náttúrulega, við fengum alveg bara fullt af frábærum hugmyndum og bara vá, hvað er flott og svo þannig og við erum búin að tína þetta til og erum til dæmis, eins og ég sagði áðan, að reyna að byrja að koma á fjölskyldumeðferð í fangelsi en þetta er bara, síðan einhvern veginn maður svo ofta að lenda á einhverjum veggjum, það hendar þessari fjölskyldu en það hendar kannski ekki þessari fjölskyldu af því að það er bara þannig er hierarkían í fjölskyldunni að kannski vill þessi aðili en hinn vill það kannski ekki og þannig maður þarf að fá velja eitthvað og fá einhverju upplýsingar. Hvað meinar en það er fjölskyldur sem vilja akkur er ekki að byrja með þær? Já, það er akkur það sem við erum að gera. Við erum að gera tilraun að byrja með eina fjölskyldu, sjá hvernig gengur. Og svo er líka bara annað, þú veist, þessu bara í mínu tilfelli, ég meina þetta eru orðin 2 ár í dag hjá mér en við erum náttúrulega þú veist, ég náttúrulega tala rosalega mikið, ég held að ég sé alveg bara mikill styrkur fyrir fullt af konum aðstæðan, af því að ég er náttúrulega í sömu stöðu og get hjálpað. Ég finn alveg, þú veist, þó ég sé nú ekki gömul, þá er maður orðin miðaldra og maður minn líka, þannig að við erum kannski svolítið svona örugg varðandi skilnaði og annað, en að horfa upp á ungumæðunar, þessar sem eru 26 ára með litlu börnin sín og 30 kannski, að þær þyrftu kannski styrk og þau sambönd, það eru bara út af því það er engin hjálp, það er engin aðstoð, það er engin fjölskyldulyfi og það verður örugglega ekkert grín að fá allt í einu manni sinn heim og byrja að rífa kjaft. Já, allt breytir en það er líka heldur ekkert auðvelt fyrir hann að koma heim. Nei, ég er að segja það. Þetta er allt sem þarnast ákveðna meðferðar og það sem þarf að gerast í fangelsum, það bara þarf, alveg svo á geðdeild, ég meina á geðdeild eru bara margar deildir, það er opin deild og það er læst deild og svona á geðdeild og fangelsi fyrir mér er þetta bara nákvæmlega sami hluturinn, að það eru bara rosalega geðveiki menn í fangelsi og þeir sem eru hæfir til að vera í opinni deild, fá að vera í opinni deild og þeir fá að fara í sund og koma tilbaka. Mér finnst líka alveg það sem varst að nefna var þessi fjölskylduleyfi, mér finnst bara mjög fallegt orð, svona fjölskylduleyfi. Ég held að það sé mjög einmitt gott að nota það orð. Já. Ég held að það sé svona... En það myndi kannski, þú veist, ef það væri okkur ef það væri reglulega svona fjölskylduleyfi, að þá myndi það kannski minnka þetta högg þegar svo kemur að því að einstaklingurinn losnar bæði fyrir börnin, konuna og fangan. Já, bara allt í einu koma heim eftir 3 eða 4 ár. Þetta er bara verður örugglega... Þetta myndi dempa fallið svolítið. En að því maður er bara,
ekki fæddur í gær og þá er maður bara undirbúið sig og þetta bara eitthvað sem ég og hann ræðum en unga fólki kannski þessi sem eru 20 og 25 ára þau eru kannski bara ekki komið svo langt að þau fatti það að þetta sé eitthvað sem þarf að ræða Þess vegna held ég að væri gott að geta einmitt boðið upp á þetta, það sem þetta hentar og það sem einhver grundvöllur fyrir því og mér finnst að þið eða koma inn sem styrkur barna og ekki hjálpa þeim í fangelsinu þegar fór leyfi fyrir fangan til að fara heim til sín og koma þangað Já, það þú veist, af því það er bara fáránlegt og hvað ætla að vera inn í litla hraunni í þessum litlu herbyggjum eða litlu gámum og jæja, nú er hérna fjölskyldu Nei, sko, það er enn eitt, hvar getur við verið? Það er ýmislegt þannig og ég er alveg tekið alveg undir það, þetta er eitthvað sem þarf að skoðast og finna út hvernig er best að gera þetta og ég tekið alveg undir það að auðvitað er best ef að fangin getur komin heim og hitt fjölskylduna þar og mögulega aðlegast smátt og smátt heim algjörlega og það er náttúrulega kannski viltu óska þess að maður hefði eitthvað um það að segja maður geti eitthvað ráði ég hef alveg rödd en það er eitthvað sem við þurfum bara mögulega að tala um þetta var eiginlega helmingurinn af minni rannsókn var sko undirbúningunum fyrir foreldrahlutverki að afplánun lokinni og þarna eru tilvitnanir frá viðmældum langsterkasta þar sem að einn þeirra sagði að þetta væri eins og að stökkva úr flugvél úr 30.000 fetum og vera ekki með fallhlíf af því að þú ert að koma tilbaki í foreldrahlutverkið úr sko gríðarlega vernduðu umhverfi eins og fangelsin geta verið og þú ert að koma og átt að fara að sinna foreldrahlutverkinu annarkort sem helgapabbi eða eins og reyndar rosa margir kannski í einhvers konar forsjárdeilum og margt sem þarf að vinna úr en þetta er gríðarlega erfitt fyrir fangan að koma tilbaki í foreldrahlutverkið og þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt að það er staðið einhvers konar undirbúningi og partur af því er einmitt fjölskyldu leyfi eins og ég fjall í rannsókninni sem er svo ótrúlega mikilvægt fyrir foreldrið og barnið og auðvitað aðstandendur að mynda tengslin og tengslin eru svo ótrúlega mikilvæg í öllu þessu ferli og það er engin fræðsla tengsli, hvorki mikilvægi tengslarof, hvað getur gerst við að foreldri fara í fangelsi og það er, allar niðurstöður rannsóknum minna bentu til bara að það er ekki staðið að einu né neinu. Við fengum mikið eins og þessi COVID þegar fangelsinni lokuðust algjörlega, það var bara ekki hægt að fara í heimsóknir og í dagsleyfi eða fjölskylduleyfi eða neitt, ekki sækja vinnu fyrir utan og þá var einmitt, menn í fangelsum voru að verða feður og gátt ekki verið viðstaddir og svo var tengsla, það var sérlega aldrei tengslamyndun á þessum tíma, mikilvæga tíma sem að þarf á fyrsta árinu þannig að þetta var rosalega erfitt fyrir óbúslega marga og þetta var einmitt það sem gerði svolítið úrslagi okkur að það var svo erfitt að vera í samskiptu við þetta fólk, þess að bæði fangan og aðstandendur sem áttu bara mjög erfitt á þessu tíma og það var þarna sem að við í raun og veru mótmæltum dómsmálaráðherra þáverandi og sagðum að bara hún vissi ekki hvað hún var að gera og þetta er einmitt að þarna sáum við þetta svo skýrt bara þessi tengslarof og að það hefði ekki verið tengslamyndun. En hvernig barstu þessi mál eitthvað við Norðurlöndin eða í þinni rannsókn? Já, ég var alveg að skoða smá samanburði við Norðurlöndin en svo var ég líka að skoða bara útfærslur á einhvers konar foreldrafræðslu námskeiðum, uppeldisráðgjöf og annað slíkt við Bretland, Ástralíu og nokkur önnur Norðurlandaþjóðir og ég fekk svo frábæra hugmyndi þar og þetta kemur allt fram í rannsókninni hvernig þessar þjóðir eru að útfæra þessi námskeið og það kemur líka samantekt hvernig fangelsum, foreldrum, yfirleitt feðrum hafi fundist námskeiði og allar rannsóknir bentu til að þeir sem fengu undirbúning þeir þá minnkaði líkur á endurkomu aftur í fangelsið og einhvern veginn bara voru eins og tími í fangelsi fyrir foreldri getur leitt til mjög mikilla breytinga því að bara tíminn og sérstaklega þegar ég spurði mína viðmældu hvað hefði verið að erfiðasta við að vera í fangelsi og allir sögðu bara tíminn í burtu frá barninu. Söknuðurinn hafi verið lang erfiðasta tilfinningin. Þannig að ég held að þessi tilfinning
geti leitt til svo ótrúlega mikilla breytingu á foreldrinu, en til þess þarf samt að vera einhver stuðningur, einhver sem hægt að ræða þetta við og það var nú einn viðmældi líka sem sagði að allir nema bankakallinni kom úr hörðum bakgrunni, við bara kunnum þetta ekki, og ég ætlaði til dæmis að hafa þetta sem fyrirsögn í rannsókninni, en þetta samt auðvitað ekkert rétt að ég ætla að alhæfa við bara kunnum þetta ekki, að allir feður og foreldrar í fangelsi kunni þetta ekki. Það er auðvitað alls ekki þannig. En svo ótrúlega margir hafa enga fyrirmynd í sjálfu foreldrahlutverkinu. Þar sem að þeir sjálfur ýmist áttu foreldri í fangelsi eða bara ólust upp við bága uppeldishætti. Þannig að fyrir mér að aðstoða foreldrana kemur í veg fyrir svo mikla keðjuverkun. Af því að hvernig eiga þeir að geta verið góði foreldrar ef að þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera gott foreldri, eða eiga góða æsku, eða því að ég held að langstæsti hluti fanga varð fyrir bara mjög mörgum og erfiðum áföllum í æsku. Já, ég er alveg sammálaður þarna, alveg. En við erum að sjá, það eru kynslóður í fangelsum og það eru það er þessi gamla kynslóður. Já, ég meina maður er að sjá að það eru Páll er að sjá þriðju kynslóðin eini bara. Ég ætla að segja að ég satt inni með afaþýrum, nei. Við erum að sjá þetta og það er oft talað að menn fæðist inn í þannig fjölskyldur, sem að bara vita að þú ert að fara í fangelsi einhvern tímann. Ég meina þetta á að vera hægt að sjá fyrirfram og grípa inn í. Ég meina það er nú, þessi farsældarlög og þetta sem voru sett á einmitt að barnamálaráðherra núverandi, þetta á að virka, en þetta er ekki að virka. Þetta er ekki í gangi, við sjáum ekki áhrif farsældarlagana í dag til dæmis. Ég er ekki að sjá það og við höfum ekki tekið eftir því. Og önnur hugmynd sem að við sáum úti, það var til dæmis í Noregi sem okkur fannst rosa gott, hvernig er hægt að vera foreldri í fangelsi. Auðvitað er það alveg flókið og erfitt, en bara til dæmis það að geta vakið barnið sitt mögulega mótana með síma eða lesi sögu á kvöldin. Þegar að við erum að stundaskrá hver er dagskrá pabbi við daginn eða mömmu og hérna stundarskráa mín, og þetta er allt eitthvað sem að gerir fólki fært í það að vera aðeins inn í lífi barnanna og fyrir börninu upplifa það að við komum aðeins síðan í lífin þeirra. Það er þetta er náttúrulega bara hljómar eins og í drauma líka sögu hjá þér, en maður í fangelsi hann er ekki maður getur aldrei tekið aðeins þeir eru alltaf pabbi feður barnanna sinna, það er alveg klárt. Gústi, maðurinn minn, hann svæfir alltaf strákin okkar, hringir í hann og talar við hann og svo reynir hann að vera duglegur og hringja öll börnin, þetta er svolítið flókið fjölskyldumunstur hjá okkur og það er alveg yndislegt, en oftast nær þegar hann skellir á þá fyrir hann að gráta og sakna pabba síns, þannig að oft er þetta ekkert endilega, stundum segi ég bara hann er alveg að sofna, ekki tala við hann, það gerist líka alveg oft. En þeir mega ekki, það sem er svo sorglegt, lítil börn sem eru bara, og þeir eru 3 þarna langingstu og það er 8, 9 og 11. Þetta eru 2 ár og þeir hafa stækkað ótrúlega mikið og ég var bara svolítið meir þegar ég fór til Frosta í svona podcast, þegar hann fór að tala það, þá bara fór ég að gráta yfir því hvað með sorglegt hvað drengin eru orðnir stórir og við vorum alltaf, við eigum eitt saman, svo átti hann þessa 2 litlu og þeir komu alltaf aðra hverja helgi og mánuð hvern sumar og það var, hann átti óbúslega falleg tengsl við þessa drengi og ég reyni alltaf að fara einu sinni í mánuði með það og svona, en tengslarofin, maður sér að þau eru komin og það er að myndast og ég sé ekki af hverju að yfirvöld get ekki bara séð sóma sinn í því að leyfa manninum að fara í dagsleyfi eða fjölskylduleyfi í afmælinu þeirra. Öll afmælinu þeirra, þeir eru 3, þeir hafa grátið allir á afmælistæðin sinn að því pabbi þeirra fær ekki að vera. Og hvað er ákveðum bitnar það, er það ekki barninu? En eina ástæðan fyrir þessu líka og að þetta sé allt svona tregt og erfitt og erfitt að ná fram er að fordómar í samfélaginu og viðhorf almennings hefur oft verið svo hörð að þau gagnrýna yfirvöld svo stíft
og það komaði fyrirsagnir í blöðum, veist, þessi sást þarna, skilur, veist, það á hann ekki að vera í afplánun eða eitthvað svona og þetta er bara svolítið ríkt í okkur Íslendingum og hefur alltaf verið, við erum mjög svona dómhörð og hvöss og ég held að þetta sé líka svolítið svona, hefur verið svolítið hræðsla bara við þetta þannig að ég ætla nú ekki að fara í söguna hvernig þetta var áður þegar sýslumenn vildu fá leyfi til að hálshöggva þjófa kóngurinn átti að segja á því að það er enginn að hætta að stela sér mat, skilur, heldur þarf að breyta samfélaginu, sko. Það er það sem við þarf að gera hér, ég meina það þarf að breyta viðhorfi samfélagsins til þess að hóps. Já, en ertu ekki samt bara, sko, málið er að núna þegar maður lendir í svona, þá sér maður alveg hverjir eru vinir sínir og hverjir ekki. Og ég get alveg sagt ykkur það og þeir sem lokuð á mig, það var sem betur fyrir ekki margir, en það var allt fólk sem var með skít í sínum bakpoka og þeir sem eru að drulla mest þarna á Vísir eða Devaf þarna inn á Facebook og þar, þetta er meira og minna fólk sem er bara með all lóðrétt niður sig, en þetta er einmitt eins og þú segir, Gumi, en þetta er samt þetta háværa fólk, þetta er fólk, ef við færum að skoða það ítarlega, þá er þetta fólk sem er ekki, það er engin fullkomin, það er bara ekki hægt. En mér fannst einmitt, sko, rannsóknin mín kom svo í fjölmiðla og þegar ég var að lesa kommentin, þú veist, það voru kannski örfá kommenta sem var að vera að hrósa rannsókninni og nú heitir rannsóknin mikilvægi við fangelsaða foreldra. Sko stærsti hluti kommentana var bara, þeir geta bara sjálfum sér kenta, geta ekki hitt börnin sín og þetta voru svo, þú veist, þegar ég var að lesa þetta, ég var bara í alvörun, erum við bara þarna ennþá? En þetta er fáfræðsla í raun og veru, þetta er fólk sem þekkir ekki, veit ekki hvað er best fyrir allt samfélagið í heild og er bara að hugsa út frá sér og sínu þröngu sín, skilur, á hlutina. Við sjáum þetta náttúrulega mikið líka í okkar málaflokki heimilislausra sem við vinnum í. Já, þannig að það er það sem þarf að gerast í samfélaginu og það er fræðsla til almennings og það er held ég eitthvað sem að ég tel að afstaða hafi frá upphafi svolítið haldið uppi, það er umræðun málaflokkin og fræðslu og skrifa greinar og fólk átti sig á, skilur, hvað er að vera í fangelsinu, hverjir eru í fangelsunum og bara, láta vita og það hefur breytt umræðunni, ég meina, það er bara engin spurning að þetta er það sem þarf, því meira sem fólk fara að vita hvað að vera, því meira breytist, en á meðan það heyrist ekki neitt neinstaðar, eins og þetta var hérna áður fyrir, þá heyrðist ekki neitt, þetta var bara ríki innan ríkisins, vissi ekki hvað var að vera og það var svolítið viðhorfið þá. Þarna eru bara risastóri tattóveraðir einstaklingar sem eiga ekki verið út í samfélaginu. Já, stórhættulegir, sko, en það er bara ekki þannig. Þetta er... Hérna, Eiríkur, með náttúrulega, hvað svona ef þið fengi bara allt fjármagn sem bara þið myndið óska eftir, hvað væri það svona mesta sem eða fyrsta sem myndið gera í tengslu við börn fanga? Við börn? Hvernig þjónustu myndið? Það er náttúrulega það að geta haldið áfram að sinna fjölskyldum og aðstofa börnin og það væri rosa gott ef það geta farið og meiri tíma einmitt í að hitta pappa eða þann aðeins sem er fangelsaður og þetta er náttúrulega tekur tíma að maður þarf að fara þá á Sogn eða þá á Kvíabryggju, við höfum verið svona einblíns út af þá 2 staði til að vera með allavega og náttúrulega geta mögulega kannski bara fengið meiri tíma við erum í sirka 40% þarf ekki bara, það þarf meira starfsfólk, meira inn í þennan málaflokk og líka það vantar fagfólk í þetta, það vantar líka jafningja sem er að ríða sér svolítið rúms núna alls staðar í kerfunum. Bæði fyrir fangana en líka fyrir börnin. Jafningjastuðningur er bara eitt af sterkasta tól sem hún getur beitt. Og einmitt það sem að þau er að hittast og geta deilt sínu. Já, ég meina ég þekki þetta bara frá því þegar aðstandafélag var stofnað á sínum tíma að þar gátu fólk kannski fyrsta skipti saman og deilt sögum og þetta gerði óbúslega gott fyrir óbúslega marga, skilur, og þarna þetta hélst mjög lengi, þetta
hérna félag eða Já, svona já. og hérna var stundum svona drifið áfram á fangaprestinum á þeim tíma en svo datt það bara niður og veistu, ég hérna já, allt svona sé mjög mikilvægt Og ég held að líka, og ég veit það allavega er þetta lagt mikið upp úr þetta sérstaklega í Svíþjóð. Það er mikið lagt upp úr því að það er svona samkomuhús þar sem að fjölskyldunar hittast með börnin og síðan reynt að fara í svona einhverja ferðir í einhverja garða og gera eitthvað með fjölskyldunum og hérna og það er eitthvað sem við þurfum bara að koma okkur í og gera en síðan líka bara er svolítið kannski erfiðara kannski hérna að fara með kannski fjölskyldur fara saman kannski í húsdýragarðin. En það hefur aldrei verið boðið upp á. Nei, ég veit það. Þannig Og að það- Svo líka svo erfitt. ég held að sé ekki endilega erfitt. Nei, en það sem að við allavega sáum fyrir okkur og við höfum ekki farið í það ennþá allavega, við höfum alveg rætt það að hvort það sé erfitt að fara kannski maður að hitta einhverja sem maður þekkir og þegar maður fara að útskýra hvað er þú að gera hér það er feimnismál og fólk talar um það mikið þessum allavega koma til okkar að það finnst erfitt að hefur einhvern veginn að tala við og þú ert alveg ótrúlega opinberna að ræða þetta og ótrúlega ófeimi við það sem er bara þinn styrkleiki og það er bara ekki allir þar Nei, ég og veit það. þess vegna er svona En þetta er alveg, sko, mál er ég upplifa alveg sömu skömmina og hinir já. aðstandendunir. En bara, Hvað mynd þú vilja, við veitum að þú vilt aukin dagsleyfi og fjölskylduleyfi en sérðu fyrir þér einhverjar aðra breytingar eins og til dæmis nú vitum við að þá byggja öryggisfangilsi við hliðin á Litla-Hrauni, eitthvað sem að við teljum, erum kannski ekki sammála að þurfi en ég meina þú hefur nú sjálf komið að ráðgjöf varðandi það en þú veit að þú ert ekki ána með að það sé verið að byggja öryggisfangilsi en sérðu fyrir þér til þess þar eitthvað hvað hægt er að gera betur fyrir börnin eða ég get alveg sagt ykkur, verð nú alveg bara pínu svona, fæ smá í magan og verð bara pínu meir þegar ég segi ykkur það að ekkert barn á að koma á Litla-Hraun. Og hefði ég vita betur, þá hefði ég aldrei farið með börnin mín okkar. Þá hefði ég bara kannski gert einhverja lygasögu en í okkar heimi var það bara ekki hægt. Bæði það að við lifum á Íslandi og það er ekki bara ein barnsmóðir, heldur nokkrar og og nokkrir barnsfeður mín megin, við erum smá druslur, djók. Maður hafa smá húmor fyrir þessu, en Ég var búin að segja, það mætti segja allt nema prumpa en þetta var rosalega flókið, þannig að þú veist, ég reyndi að halda þessu svolítið leyndum eins lengi og ég gat, en það á ekkert barn að koma á Litla-Hraun. En leið og maður, þú veist, þá er ég að tala upp og fara í gegnum öryggiseftirlitið. En að fara á barnakot hefði, mér hlakkar til, Páll Vinkil er búinn að gefa mig leyfi að ég má koma og skoða það núna, en ég hef ekki séð nýja barnakot. En að koma í þennan viðbjóð sem þetta var, það var alveg gaman. Af því þá gat maður bara haldið börnunum úti og maður fór bara að tala við fangaverðina. En svo var náttúrulega einn fangavörður með, þú veist, stæla og yfirgang og ég er með það allt skrifað. En þú varst einmitt með þessa tillögu líka sko að fólk í nýja fangir sem á að byggja að það sé eitthvað svona fyrir utan múrana þannig að börn þurfi ekki að fara inn í fangilsið en sko á sínu tíma að það var held ég í tíð Margrétar Frímannsdóttir forstöðumann sem að það vantaði eitthvað úrræði fyrir börn og hún kom þess á stað og fekk 2 fanga til að bara vinna þetta og gera þetta. Þannig að þetta var voðalega flott og snyrtilegt og allt svoleiðis í byrjun og mikið notað en þetta var náttúrulega samt sett á sko að því að hún tók náttúrulega við í bankakreppunni og það var verið að skera niður alls staðar og þetta var náttúrulega hagstæðara fyrir hana líka eða þau skilur að þannig að staðinn fyrir að taka af allar heimsóknir sem voru áður fyrir sumarbústaði að því þau tóku það af og þá þurftu að finna aðra lausn og þetta var mjög góð lausn og falleg lausn á þeim tíma. Já, ég hafði heyrt af því, það hafi verið mjög svona, þú mættu bara í sumarbústaðinn. En svo er þetta bara staðan en nú eru komnir bráðabirgða heimsóknar álmur og barna
ég veit ekki hvað sé sagt barnakot akkurat núna Jú, ég held að séu við sem komið bara 2 barnakot en mér skilst já, það alveg rétt, já, það eru 2 barnakot já. Það sko, þetta vist mjög snyrtilegt og flott eins og þetta núna sko, en svo ánáttúrulega eftir að gera þetta náttúrulega gert lögð mikil áhersla á þetta samt í öryggisfangelsum sem á að byggja en eins og við segi, það náttúrulega erfitt fangelsi. Svo gleymist líka svolítið að tala alla fangana sem eru bara búin að vera forveikir að hafa verið á hrauninu. Sko, ef hraunið væri leikskóli eða fyrir alþingismenn, þá væri búið að loka því. Af því að það allt meglað. Og þeir eru veikir og það eru, og þá ég ekki að tala minn mann heldur aðra fanga, að þeir eru búin að vera með mikið bara út í lúnaveikir og búið að fara illa með þá af því það rosa miklaðan inni þannig og að Guðrún hafi sagt já þeir verða nú bara í 5 ári í þessari miklu viðbót við sleppum bara En pælti því sko, við erum með þó hverju ári nánast, þá hringjum við í heilbrigðiseftirlitið af því að það hefur verið kvart undan miklu og þeir séast senda menn og mæla allt út og þeir segja bara það ekkert svo bara núna þegar vantar nýtt fangelsi þá allt í hennu allt ónýtt og þetta alveg ótrúlegt sko, maður skilur því en Selma, verandi lögreglufræði hvað ætlast það? Hún lögreglufræðina og varst lögreglukona maður en var þá ekkert erfitt að nálgast fyrirverandi fanga til að taka þátt? Jú, það var mjög erfitt og þú hringdi nú í einhverja 10 því að þú varst liðverður og þá voru allir mjög til í að taka þátt og svo hringdi ég og ennþá allir til í að taka þátt og svo sendi ég kynningabréfi þar sem kom fram að ég væri lögreglumaður enda þurfti ég að taka það fram bara siðferðislega rétt. Þá fikk ég 1 svar þannig og þeim fannst það mjög ógnandi og meiri segja þegar ég kom að hitta hann þá sagði hann ég var svo nálægt í að hætta við af því að þú ert lögreglumaður með þessa menntun þannig ég þurfti alveg að útskýra bara ég hef enga tengingu við lögregluna og þú veist ég í öðru námi að vinna með annað og eitthvað þannig að þetta var gríðarlega erfitt sem gefur til kynna bara hvað eins og þú sagðir áðan að fangar hafa bara frekar slæma reynslu af lögreglunni oft á tíðum. Já, því miður og ég bara kynntist ég sjálf en lögreglumenn hafa alltaf verið bara í uppáhaldi hjá mér og ég held alveg aðeins í það líka af því að það eru líka til vondir smiðir bara, þetta nú bara svona að þú veist En hvernig sérðu, Selma ef þú ert ekki verið að hitta ráðherra? Jú og þú ætlar að ætlar þú að vera barnafulltrúi fangelsins? Sko, já, það fer eftir því hvort að það komi einhverjar lög og reglur hvers konar menntun slíkur ráðgjafi þarf að hafa en ég skrifa þessa rannsókn og að vonast eftir að geta starfa við að veita uppeldisráðgjöf og einhvers konar foreldrafræðslu og langar að sækja styrki fyrir þetta og þú veist og þó sko ég eiginlega skrifa þessa rannsókn með hag barna í huga eins og sko í mínu námi þá ég á leiðinni áhættuhegðun og segla ungmenna þú veist það það sem ég en mér finnst bara svo mikilvægt að styðja við foreldrana sjálfa eins og ég sagði áðan að því að með því að styðja við þá verða börnin þeirra fyrir minni skaða á fangelsvistinni. Þannig að og ég ætlaði einmitt að spyrja þig, heldur þú til dæmis að maðurinn þinn eða bara foreldrar í fangelsi myndu nýta sér foreldrafræðslu námskeið og uppeldisráðgjöf ef hún yrði veitt? Já, alveg 100% þú veist, ef þið kemur með námskeið eða eitthvað svona, já, ég alveg þeir sem eru jákvæðir og vilja en málið þeir myndu kannski ekkert vilja þiggjana nema þeir fengi ykkur að smá gulrót ef þú þiggur á mæta í þetta námskeið þá færðu mögulega fyrir fjölskylduleyfi sko málið það engin gulrót fyrir fangana og svo bara svona ég veit ekki hvort ég hafi eitthvað leyfi til það en ég ætla bara Gústi búinn að brjóta alla skilnaða staðla þannig að hann getur ekkert skilið við mig þó ég segi þetta en þegar Gústi var í fangelsi í annað sinn þá vildi hann verða kokkur og var á vernd og var byrjaður í skólanum og sér eldhúsið á Sogni í dag og bara ótrúlega, hann mjög duglegur og samviskusamur og mér finnst hann æðislegur og hann rosalega góður pabbi en þá fekk hann ekki að vera í skólanum af því hann átti að vera á vernd milli 6 og 7
þannig að hann gat ekki sótt skólan. Kannski væri hann ekki í fangelsi ef hann bara fengið að klára og verða kokkur. Kannski væri hann bara kokkur hérna apótekinu eða eitthvað, ég veit það ekki, skilji. En þetta reyndar alveg, þetta alveg rétt að sko, það eru alltaf þröskuldar, menn vilja læra eitthvað og verða eitthvað og hafa drauma og óska eftir því og það hefur bara alltaf verið sagt nei, lögin heimilaði þetta ekki og það er ekki hægt og bara tölvan segir nei og það er svo slæmt að horfa upp á þetta því að menn vilja og er að fara af stað með eitthvað og hafa áhuga og svo bara nei og þá bara gefast þér upp en fólk mun líka segja á hverju á að veita föngum verðlaun fyrir að vilja taka þátt í uppeldi ég hugsaði það með svona en sko hins vegar sko en það samt þetta fólk sem áttast ekki á því að fólk sem í fangelsi í erfiðri stöðu, það eitthvað það eitthvað komið upp á og það þarf að fá þjálfun og þekking og það þarf að gera það sem best fyrir samfélagið, ekki endilega best fyrir fangan og jafnvel ekki barni endilega heldur fyrir samfélagið í heild og það einmitt þetta. Það kannski ekki endilega gulrót en meira svona að búa til innri hvata. Já, einmitt, ég kannski meira en sko en mál það, sko, það þarf gulrótakerfi, þú veist, og hún bara í öllu sem við gerum. Ég meina, bara í þínu starfi, ef þú færð aldrei eitthvað jákvætt, færð bara eitthvað neikvætt og þú færð aldrei bara mér var stæðislegt að koma til dæmis mér fannst rosa gaman að hitta þig, bara ekkert verið dugleg að gera það því að ég leita bara annað fyrir börnum en þú veist, ef maður fær aldrei eitthvað jákvætt, alveg sem hvað maður að gera og svo megum við bara ekki gleyma því allir þessi menn og sko, það eru stór hættulegir fangar inni við getum ekki tort fram hjá því það eru fullt af föngum þann inni sem eru bara alls ekkert hæfir feður en það er líka alveg rosalega stór hluti sem eru flottir feður og hæfir feður þú veist, og það er líka bara úti í samfélaginu það er fullt af óhæfum foreldrum sem eru bara ganga lausir en þannig ég held svona ef það væri eitthvað smá gulrótarkerfi og ég held að allir en þeir fara allir út, já það var það sem ég var að segja þeir fara allir út, bara einn daginn þá eru þeir lausir þannig að, og hvað fáum við sem erum úti, fáum við betri mann? Nei, fáum ekkert betri menn út í fangelsi, það er bara búið að mörg ár síðan Samtalið þróast svo hratt á hann, mér langaði þegar við vorum að tala barnakot þegar þið farið út til Svíþjóðar og Noregs, skoðið þið eitthvað sambarlegt þar? Já, við fórum svona sérstaklega að skoða svona heimsóknaraðstæður og við skoðum í Svíþjóð skoðum við opið fangelsi og sem var frekar gamalt þannig að í rauninni var heimsóknaraðstæðan ekkert sérstaklega góð en þar var barnafulltrúi sem tók á móti öllum börnum Bara fyrir þetta sérstaklega fangelsi? Já, það var bara, hún leitt okkur gegnum þetta og sagði okkur og hennar hlutverk bara að taka á móti fjölskyldum og gefa sér sérstaklega börnunum. Þar var til dæmis miklu meiri tölfræði til hvað í rauninni mörg börn sem eiga aðstanda í fangelsi. Það var bara leið og hann kom inn, það var bara svona ítarlegt viðtal. Ekkert eitthvað rosa langt eða það var ekki farið út í að búa til einhverja áætlun eða eitthvað svoleiðis en það var bara að taka stöðuna. Hver félagslega staðinn? Ertu í sambúð? Áttu foreldra? Ertu í samskipti við foreldra hérna? Áttu börn? Og þetta var þetta kannski, þau gátu alveg sagt bara nei en það, ég held að flesta svona reynt að gefa, þetta gaf svona alveg einhverja mynd. Og ég held að þetta bara eins og hún sagði, það sem ég að reyna að spotta út, ég að reyna að búa til pingum væntingar, sérstaklega að því hún þekkti aðeins sem voru í fangelsi og búin að kynnast þeim, að pappa hlakar svo til að hitta þig, hann er svo spenntur og sem hann var, en auðvitað er það örugglega erfitt allavega í sumum tilfellum og líka spott út hvað er þetta kannski ekki eins æskilegt, hvað er þetta erfitt fyrir barnið. Þannig ég held að barnafulltrúi í fangelsi er nauðsynlegur. Ég þú varst að tala áðan að þetta væru bara félagsráðgjafar og eitthvað sem hefðu áhuga að starfa við þetta og ég er nú í félagsráðgjafar en eitt af því sem við erum að læra þar er nýsköpun og alls konar og við höfum vitneskju og
og bæði við og þið að það eru alltaf nemendur sem eru að koma með hugmyndir sem sagt alls konar hluti sem hægt að gera, alls konar app eða eitthvað nýtt. Það kannski þarf að ýta meira undir svona nýsköpun í þessum geira, skilur fyrir nemendur sko, og fá styrki og annað. Þetta er svo sem það voru félagsráðgjafar sem leituðu til mín og þau eru hugmynd að gera app fyrir börn og eitthvað sem þeim langar að framkvæma. En svo ég klára aðeins, síðan sko var svona fjölskyldu herbyggi sem var bara allt í lagi, þetta var gamalt, það var fullt af dóti og svolítið gamalt og lúið allt saman, en þar fengu þau að vera bara ein fjölskyldan saman. Síðan var semst fyrir hina, það var bara íþróttahúsi tekið og það var bara svo skilrúm og það var ekki neitt prívatsi þannig að þau voru bara svona á milli og það var fullt af öðrum. En síðan við skoðum svona öryggisfangelsi í Þrándheimi í Noregi. Þetta var svona nýlegt fangelsi og það var svona miklu betri kannski aðstæða. En Var það innan fangelsisins? Já, þetta var allt fyrir innan. Það þurftur eins og við talum á hann svona fara í gegnum. Bara fara í gegnum allt. Og það er í rauninni svolítið traumatiserandi fyrir krakka að þurfa að fara í gegnum. Fara í gegnum, í rauninni allstað voru skápar sem höfðu að loka inn símum og úlpum En fengu þeir eitthvað svona, fylgdust eitthvað, eða voru eitthvað að pæla því hvort að fangar fengju að fara heim í fjölskylduleyfi og... Sko, nei, við spurðum ekki út í það. Nei. En ég veit það allavega, það sem allavega í Noregi lýstu þau því að það væri búið að minnka rosamikla þjónustuna allavega tímabundið og þau lögðu mikið upp úr því áður að fangaverðin væri mikið að vinna með fangana, en núna var það meira bara að opna og loka hurðum. En til dæmis í Svíþjóð þar voru til dæmis svona ráðgjafa, þetta voru sett inn í fangavarðanámið þar sem að fólk fór í skólan og lærði að vera fangavörður og síðan vann það einhver tíma, gat síðan farið á framhaldsnám. Þar sem að þau urðu svona ráðgjafar, voru kannski með 10-12 fanga og þar var til dæmis hvernig getur nýttir það sem er búið hér til að hvernig getur verið samskiptið við fjölskylduna hérna. Og auðvitað er reglu þar eins og hér sem auðvitað þarf að endurskoða og skoða hvað er að gera betur. Er ekki rosalega flott fjölskylduleyfi í Danmörk? Jú, það er sko þar er þú hefur rétt á dagsleyfum og svo þarf þetta að vera búin með ákveða mörg þá til þú færð fjölskylduleyfi. Kannski er ekkert ólíkt því sem er hér nema það er miklu styttra í fjölskylduleyfi þar heldur en hér, en svo er það líka matsatriði þegar sérfræðingur, hvort sem það er félagsráðgjafi eða sálfræðingur og svo yfirmaður fangelsis metur það svo að þú ert hæfur til að fara í fjölskylduleyfi að þá telja þau það mikilvægara fyrir ekki fangan, heldur barnið að hann fái bara strax fjölskylduleyfi eða fái að prófi þetta 3 og fái síðan fjölskylduleyfi. Sem var bara rætt með morgun. Já, einmitt, og þetta er mjög mikilvægt og þetta er einmitt, sko, þarna er oft undanþágurnar orðin meginreglan, sko, staðin fyrir að við erum svolítið föst í að horfa bara og þetta er bara bannað. Þá er alltaf verið að meta og það sem er haft, og þá er auðvitað, sko, réttindi barna og hvað er best fyrir barnið haft í svona fórgrunni með þetta. Þannig að í Danmörku þeir eru mjög framalega í þessu og þar er alls konar, það er hægt að gera alls konar þar. Þar er hægt að safna upp leyfum og menn geta svo þá ferðu ekki leyfi í svolítinn tíma en safna þeim upp og svo getur þú farið 2 vikur kannski í ferðalag í Danmörku eða eitthvað svona, skilur með fjölskyldur því að þetta er tími sem er ætlaður að tengjast fjölskyldunni og þú átt að nýta hann í það. Þannig að þetta er svona og við þurfum að koma upp einhverju svona kerfi hér líka, sko. Þannig að það sé hægt að meta fjölskylduaðstæður og samskiptin og reyna að ýta að því að sko það vita allir að
það er ekki bara menntun sem hefur áhrif á glæpi í samfélaginu, dregur úr þeim, heldur líka tenging við fjölskylduna. Því meira sem þú ert tengdur börnunum og fjölskyldu, því minni líkur er að þú haldir áfram glæpum. Þannig að þetta er bara eitthvað sem hlýtur að vera augljóst að verður breytt í næstu lögum. Svo með þess að þú varst að tala við vorum eitthvað að tala í ráðan með tengslinn við börnin. Ég er alltaf að reyna að sjá það góða í öllum aðstæðum sem maður er í. Ég er svo þakklátt að börnin okkar voru orðin yfir 30 ára. Af því fyrstu 3 ár í lífi barns er mikilvægast í tíminn. Þó það hljómi og skringilega, þá er það þannig. Ég reyndi að vanda mig að hugsa svolítið vel mín bara til 30 svona en ég sé ekki. Nei, ég veit. En þú veist, en þetta er, og einmitt eins og þú segir að fá ekki að vera viðstættur og fá ekki að vera, og ég er svo þakklátt fyrir það því að hann á ótrúlega fallið tengsl við sín börn, allavega þessi sem við erum að ala upp saman. En við það er að ræða þessi mál endalaust og það er mikið að ræða og þetta, í raun og veru við þurfum að vera duglega að ræða þetta núna í kjölfarið á breytingum á lögunum, varðandi börn, fjölskyldur, leyfi og annað slíkt. En við þurfum einhverjum tímapunkti að slíta, viltu ekki slíta? Já, bara kæra þakki fyrir góðan þátt og takk fyrir að gefa ykkur tíma í að koma og hitta okkur og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir. Takk.